sælir og þið eru að horfa á fólkið í borginni og í dag ætlum við að fjalla umhverfismál og hvað Reykjavíkurborg gæti gert í þeim efnum og svona af hverju það er mikilvægt. Og hjá mér í dag er Sigrún Perla. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir boðið. Kannski bið þig aðeins um að kynna þig. Já, ég heiti Perla og ég bý í Reykjavík. Ég er menntuð sjálfbærni arkitekt, þannig að borgin og borgarlandslægið hefur lengi verið mér hugleikið en sömuleiðis náttúran og umhverfið. Ég útskýri stundum sjálfbærni arkitektúr þannig fyrir fólki að þetta var ekki eiginlega að læra að teikna hús, heldur er þetta svona arkitektúr rosalega stór skali og byggingin og húsið er kannski eitthvað stær í miðjunni og svona á hinum endum pólana er þá stóri skalinn sem er þá jörðin og auðlindirnar og samfélög, infrastruktúr, samgöngur, allt þetta, borgarmál algjörlega og svo á minni endanum er fólk og líðan og hvernig einhver efni, úr hvaða efnum hlutir eru og svoleiðis og í náminu var ég reyna að fókusa á þessa tvo póla af því við byggjum jú húsin okkar á jörðinni og úr jörðinni en við byggjum þau fyrir fólk og það er fólk sem byggir þau. Þannig að ég svona trúi því og þetta er eitthvað sem ég svona augun opnuðist í náminu mínu að ef við hlúum vel að þessum tveimur pólum að jörðinni og samfélaginu og fólki og hvernig við byggjum húsin okkar og þá kannski sé útkoman góð bygging sem okkur líður vel í og er tilvonandi bara að eilífu. Ég held ég hafi aldrei heyrt þetta áður sjálfbærni arkitekt. Já, ég væri til í að við ættum fleiri en ég lærði í Árósum í Danmörku og þetta var alveg heil deild. Við vorum hann 100 að læra sjálfbærni arkitektúr saman. Svo endaði ég á að gera, ég fór svona í millitíðinni á milli bachelor og masters, mér hefur alltaf verið hafið síðan mjög hugleikið, fór og læriði umhverfis og auðlindafræði upp í háskóla með áherslu á hafið, tók alla sjótengdu kursana sem ég gat, langar að læra haffræði, en það er ekki hægt á Íslandi, ekki hann sem kom með kemur vonandi, þetta er nú lærið líka að sigla, en fór síðan aftur í arkitektúr og sá það, svona trú mín á því að skapandi greinar líka skipti máli og skapandi hugsun varðandi umhverfismál væri svolítið mikilvæg og lokaverkefni mitt snerist reyndar verndarsvæði í hafi að ég teiknaði tillögu af sem uppfyllir markmiðið 30% af vernd fyrir árið 2030 og það er eitthvað sem maður skaman eftir að heyrðir í mér og ég fór svona að hugsa hvað borgin geti gert. Verkefni mitt var á svona stórum skala, ég tók efnahagslögsöguna 750.000 ferkílómetrana en Reykjavíkur borg er með ekkert smá langa strandlengju og ræður yfir netalögum 115 metrum frá Stórströmsfjöruborði. Nú er ég bara komin alveg að stað, en það var svona... Netalög, ég bara viðurkenni, ég veit ekki alveg, ég ætla bara að opinbera það, ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Nei, það er rosalega skrítið orð í rauninni, finnst mér, að það útskýrir sig ekki beint sjálft. Og ég veit reyndar ekki hvaðan orðið kemur, það er örugglega eitthvað svona góð saga, þetta var kannski reglan hvert landeigendur hversu langt mætti fara út með netin sín, eða ég veit það ekki alveg. En þetta er svo að, að því að Reykjavíkurborg ég fann einhverja tölur 270.000 ferkílómetrar af landi. Ég veit ekki hvort það sé nýjastu tölur eða hvort borgin er stækkað eða minnkað. En að Reykjavíkurborg fer með skipulagsvald yfir hafinu umhverfis borgina út að, þá er það talað út að netalögum, en netalög eru línadregin sem er þá og það er talað Stórströmsfjöruborð og það er bara fjöruborð nema þegar sjórinn er lengst frá landi að frá þeirri línu eru síðan farnir 115 metrar út og það stykki af hafi tilheyrir borginni formlega fyrir utan netalögin þar kemur síðan haf- og strandsvæðaskipulag og sem er þá strandsvæðaskipulag út að grunnlínu sem er eiginlega svolítið svona út í raun eins og á Austfjörðum og Vestfjörðum er þetta mjög skýrt af því þá er það rauninni bara út fjörðin og svo kemur hafskipulag og það er svona landlægt að við eigum auðlindina hafið saman eða auðlindina sem hún er en þannig að borgin hefur yfir sjó að ráða. Fossvogur er mjög nærtækt dæmi, ég bý sjálf allavega nálægt honum, Fossvogur og Skerjafjörður
En síðan auðvitað Grafarvogur og já, sjórinn alls staðar í kringum borgina og líka kringum eyjarnar sem tilheyra borginni. Þannig að það fullt af sjó og já, það svona eitthvað sem ég brenn fyrir og mér þætti gaman að sjá borgina sko leggja sitt af mörkum í þessi 30% markmiði sem svona systur markmið loftslagsmarkmiðana eða loftslagsmarkmiðsins að hlýnun jarðar fari ekki yfir 1,5 gráðu. Þannig að já, þeir eru örugglega búin að vera að tala, eða Finnur búin að vera að tala hann alveg með það alltaf lás, loftslagsmarkmiðin, en við vorum saman í ungum umhverfissinnum og ég tók náttúruverndarboltann þar og fór á þessar COP-ráðstefnur og fekk þetta blessaða markmið á heilan. Núna ég komið á heilan sko að til dæmis að við friðlýsum Fossvoginn. Það væri held ég ótrúlega sterkt og falleg táknræn en líka konkrét gjörð. Til dæmis væri hægt að nota sko nýju brúna sem einhvers konar línu að Fossvogur innan hennar. En ég talaði reynda ég fór að sigla með skipstjóra Reykjavíkur, kynntan sig sem hann sér siglunesið og við fórum að tala þetta og þá sagði hann mér að það voru eitthvað tímann áform sameiginleg hjá Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesi held ég og Kópavogsbær var með að friðlýsa strandlengjuna og sjóinn við í kringum höfuðborgarsvæðið. Mér skilst þetta hafi verið á þeim tíma bæjarstjórninni Kópavogi var mjög heit fyrir landfyllingum og voru ekki spennt fyrir að vera í friða sinn hluta Fossvogsins. En ég held að sé fátt til fyrirstöð að Reykjavíkurborg og þau bæjarfélög sem vilji vera með, taki sér saman og sýni gott fordæmi. Ég sá að voru krakkar í umhverfis- og auðlindafræði mitt að gera könnun þar sem þau voru búin að stilla upp sjókvíum í Fossvoginn og voru að spyrja hvað fólki myndi finnast það. Og ég held að þetta geti sett fallegt fordæmi og svo einhvern veginn erum við líka oft náttúruverndarfélögin hér í borginu þetta við höfum skoðun á því sem að gerast í fjörðum land allt. Og hún réttmætt, sjórinn sameign okkar allra og ef við förum í lagabókstafinn þá hann það utan netalaga, þá tilheyrir það ekki viðkomandi sveitafélagi, þannig að þegar fólk segir að þetta kom okkur ekki við þá það ekki rétt, þetta kemur okkur við eigum öll að bera ábyrgð og sjónum saman. En ég held mér alltaf góð hugmynd að taka fyrst samt til heima hjá sér og þá þætti mér það svolítið fallegt fordæmi sem borgin gæti gefið með því til dæmis að friða Fossvoginn og helst ganga lengra. Það væri mjög gaman við að friða Fossvoginn finnst mér að svo staðreynd að Siglunes og Nauthólsvík til dæmis eru þar Ylströndin af því að mér finnst mikilvægt að fólk átti sig á því að friðlýsingar það snýst ekki bara allt sé bannað og ekkert megi lengur. Friðlýst svæði á landi eru til dæmis bara Þingvellir og Vatnajökulsþjóðgarður. Þetta eru svæði sem við heimsækjum og þykir væntum og einmitt búum þeim mun betur á aðgenginu þannig að ég held til dæmis að varðandi Fossvoginn þá gæti það rauninni bara þýtt ennþá betra aðgengi og betri stígakerfi og aðgengin í fjöruna og en svona já, en það myndi tryggja það að einmitt það kæmi ekki ykkur og fengið á hugmynd að skella sjókvíum. Ég veit nú ekki hvort það sé hægt reyndar dýpis, ég veit ekki hvort það sé nógu djúpur en það ýmislegt hægt að gera sem skadar lífríkið, það geti líka ykkur komið á hvað að rífa upp allan þar eða ég man nú eftir að skrifa okkur umsögn með ungum umhverfissinnum fyrir nokkrum árum þá átti að fara að gera landfyllingu þarna út við flugvöll og taka þá burt einstaka fjöru sem þar, það ekki margar ósnortnar fjörur eftir í borgarlandslæginu, það eru strandlengjan okkar að ansi stórum hluta til grjót sjórnagarðar þannig að fjörurnar sem eftir eru afskaplega dýrmætar og landfyllingar afskaplega vond hugmynd. Já, ég get haldið endalist áfram þetta. Mér langar aðeins að bakka áður við höldum áfram með friðlýsingu og hvað svona felst í því. Bara 30% verndun getur hans útskýrt hvað felst í því með 30%. Þessu markmiði. Já, þetta svo að mér finnst alltaf ágætt að útskýra þetta fyrir fólki að bera þetta saman við Parísarsamkomulagið og því að ég held að það sé komin ágætis almenn þekking á því og að það þessi samningur Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál
þar sem að þetta markmið undir, en það sem sagt systursamningur sem að var gerður sama ár 94 eða 92 og svo samþykktir 94 sem samningur Sameinuðu þjóðanna líffræðilegan fjölbreytileika. Og undir þessum samningum hjá Sameinuðu þjóðunum þá bæði eru haldnar þessar ráðstefnur í tilfelli þessa samnings annað hvert ár og það held ég þess vegna sem að hann hefur fengið helmingin á athyglinni sem loftslagssamningurinn hefur fengið af því að hann með ráðstefnu hverju einasta ári. Mér finnst reyndar að þeir ættu bara þessar ráðstefnur ættu að sameinast af því að þessi mál þurfa að tala saman og þetta allt sama fólki sem þarf að mæta. Það önnur saga. En það sem þetta markmið þarna sem að var samþykkt 22. Þá fór ég fyrir hönd ungra umhverfissinna á ráðstefnu í Montreal í Kanada og þá í rauninni var enda verið uppfæra markmiðið sem hafði verið fyrir árið 2020 en nýja markmiðið það segir sem sagt að fyrir árið 2030 ætlum við að vera búin að vernda yfir 30% af landi og legi eða landi og hafi og okkur hér á Íslandi gengur ágætlega á landi. Við erum búin að friða fjórðung landsins okkar, þannig að við erum í cirka 25%. Hlutaði stór hluti eru jöklar og ekki allir sammála hversu mikið líffræðileg fjölbreytni felst í því, en ég held að sem samt allir sammála það mikilvæg þess að vernda jöklana. En á hafi sem náttúrulega undirstaða eða grunnstoða, bara undirstaða þess að við séum hér á þessu skeri út í Ballarhafi, þá erum við á Íslandi eingöngu búin að vernda 0,07% og þá ég að tala friða með lögum. Það búið að vernda meira og það alls konar lokuð fiskveiðisvæði en mér finnst mikilvægt að tala þessa friðunartölu af því að hún mér finnst það líka snúast ákveðið jafnræði að við erum búin að loka eitt svæðum fyrir fiskveiðum og búin einhvern veginn að taka þann slag við sjávarútveginn og sjávarútveginn, það ótrúlega fallegt að horfa á bara skipaferla og sjá hvernig sjómenn eru virkilega að virða þessi svæði og þeir vita að þetta þeim fyrir bestu. Þetta þú veist að þetta bara win-win. Það verður bara meiri fiskur að við lokum einhverju svæði og svo hérna. En mér finnst það ekki alveg sanngjarnt að síðan má samt Orkustofnun gefa út leitarleyfi kannski á svæði þar sem að má ekki veiða og mér finnst, þannig að þú veist að það mætti ekki, einhver annar megi gera eitthvað annað skaðlegt en að með ekki stunda botlegar, þannig að það er mikilvægt að við friðum hluti einfallega og það þýðir líka að það þetta eftirlit, því fylgir líka þessi fræðsla. Hvað að friða, ef maður friðar hvað þýðir það? Hvað það getur þýtt ótrúlega margt. Það fer eftir, það svona í rauninni ákveðin svona gradient á því, talaðum og þannig að það þýðir alls ekki loka bannað enginn má koma. Þú veist, mér finnst alltaf bara fínt að hugsa svæðin sem á landi, við erum með Snæfellsjökuls þjóðgarð, þú veist, þú mátt ekki stunda utan vega akstur, við mættum ekki fara og gera námugröft, það má fara að heimsækja, þú veist, Vatnajökuls þjóðgarður, það friðað við kringum Mývatn, við erum með Þingvelli, þannig að því bara það utanumvald, það eftirlit, það reglur en það eru líka hlutir sem má og það fylgir fræðsla, alveg eins og þú farið á Þingvelli þá landvörður sem getur sagt þig frá svæðinu af hverju það friðað, eða þú farið á Mývatn þá getur farið í gestarstofuna og fengið upplýsingar lífríkið sem verið að vernda og þetta snýst bara það að tryggja aðgengi bæði líka okkar og komandi kynslaða að ósnortinni náttúru og ósnortin náttúra þetta undirstaða lífs okkar og tilveru okkar hér á jörðinni og hún fer rakandi á heimsvísu og þá talað ósnortin náttúra og það oft talað búsvæði tegunda. Mér finnst þetta óþarlega óþjál hugtök af því að mannamáli þetta bara það að dýr og plöntur að við séum ekki alltaf að minnka svæðin þeirra af því við tökum meira og meira undir okkur og það þetta ótrúlega tengt nátengt borgarmálunum og því að þú veist erum við að brjóta nýtt land eða erum við að þétta byggð og þegar við erum að þétta byggð er það þá grænusvæðin sem fara eða er það kannski bílaplön sem fara fyrst, getum við breytt í bílakjallara og byggt ofan á allt þetta, ætlum við að gera landfyllingu þá erum við að fjarlægja búsvæðið eða það að segja á mannamáli því það bara við erum að taka burtu fjöru sem fuglar búa í og ákveðin fullt af lífríki. Við tökum burt fjöruna og hafsbotnin og hluta af hafinu hreinlega. Þannig að við erum alltaf að minnka svæðin sem að tegundina sem við deilum plánetunni með nota. Og það
eitthvað sem er líka spennandi í sjálfbærni arkitektúr að líka þetta að búa til ný grænsvæði. Þá eru ekki bara að tala græn þök en þú veist, þau eru samt strax eitthvað og grænsvæði líka fyrir fólk og að einmitt að þetta svona að þegar við þéttum að við göngum ekki á grænu svæðin og þegar við byggjum að við búum þá til fleiri grænsvæði, við reynum alltaf að skila einhvern veginn vonandi meira en við tókum. Þetta spilar allt saman, þetta snýst ekki bara að vernda svæðið fyrir dýrin, heldur væntanlega hefur það líka áhrif bara á manneskjuna að við erum sífellt að ganga á þessu svæði. Og eins og í hafi, þá það svona einmitt frekar einfalt að lítið að þannig einmitt að við ætlum að skrapa burt alla kóralla hana í kringum Ísland, það allt í kórallum í kringum Ísland, það veit það ekki allir. Kórallarnir eru bara hús og byggingar og heimili fiskana og kóralrif eru þá borgirnar og borgarlandslag. Stærsta kóralrif við Ísland er 15 kilometra langt. Það er eins og hérna bara héðan úr Bólholti og upp í Mosfellsbæ. Wow. Þannig að það er bara eins og höfuborgarsvæðið. Og þetta eru heimili fiskana sem við síðan njótum góðs af því að fá að veiða, en þú veist líka að hafi framleiði líka bara eða súrefni sem nemur aðra hverjum andadrætti. Þannig að þetta er bæði, þú veist, á hreinlega lífsgrundvelli en líka auðvitað fjárhagslegum og því að við erum fiskveiði þjóð og það er engin, ég er allavega ekki að leggja til að við hættum því en að við erum ágætis fiskveiði stjórnunarkerfi en þessu nefnd, mér finnst þetta þessi umræða eiginlega snúast kannski minnst fiskveiðar og meira eitthvað annað sem getur orðið en aðra skaðlega hluti í hafinu. En það segir svo þetta bara sjálft, ef við eyðileggjum búsvæði fiskana, þá flytja þeir bara eitthvað annað. Eða þá fækkar þeim bara og þá er minni fiskur fyrir okkur að veiða. En ef við lokum svæðum og friðum þau, að þá verður meira líf og meira lífmassi og það, svo synda fiskarnir, þeir veit ekki hvað er frið og hvað ekki og þá getum við veit á eitthvað staðar annar staðar, sko. Þannig að, mér finnst það svona einfaldasta skýringin en í borgarsamingi þá held ég að þetta snúist líkum bara tengingu fólks við líka hafið og náttúruna en að Reykjavíkurborg við erum sjávarþorp í grunninn og mér finnst ótrúlega mikilvægt að við hlúum að tengingu okkar við hafið. Það eru fleiri og fleiri sem stunda sjósund til dæmis í Nauthólsvík og það er stórkostlegt en einhver hluti vegna er lokað á sunnudögum og mánudögum dögum sem mig langar mest að baða og svona, og ég hef heyrt að Siglunes gæti alveg haft það betra þannig að þetta er svona litlu hlutindi kannski sem að í stóra samminginu skipta samt allir máli og skapa einhverja heild. Þannig að svona, friðun er eitt en þú veist, það er og ég held varandi 30% markmið þá snýst það bara fyrir mér allir leggi sitt af mörkum að þú veist, ríkisstjórnin eða ríki sér efnahagslögsöguna en þú veist, en borgin hefur þó yfir þess, þú veist, sinni strandlengju að ráða og fer með skipulagsvöld þar og þetta er ekki stórt hafsvæði í stóra samhenginu en þetta er mikilvægt hafsvæði því þetta er líka það hafsvæði sem að snertir okkur beint sem við erum í beinni tengingu við og sjáum og ég held að veri mikið líka bara fræðslugildi í því. Það skiptir allt máli. Ég sé líka hafið eða sjóin út frá íbúðinu minni og ég finn bara, stundum verið bara stara og mér finnst það svo róandi. Það er svo gott einhvern veginn að geta bara að fara út á svalir og sé þetta útsýni og þá bara, það hefur svo góð áhrif á mann einhvern veginn. Og ég held að svona, þú veist, mér finnst einhvern veginn flestir Íslendingar sem kannski fara og flytja í einhverjar landlugtar stórborgir erlendis oft tala það sem ég sakna er sjórinn og kannski bara flytja aftur heim til að sjá hann aftur þannig að við þurfum allavega að passa ykkur bara ekki taka hann sem sjálfsögum hlut, við þurfum að hlúa að honum og það er að honum sótt úr öllum áttum og þá er ég að tala með þú veist, að gera landfyllingu hér og þú veist, Fossvogsbrúin hún náttúrulega breytir Fossvoginum, ég er ekki ég er sjávararkitekt, við getum kannski sagt það, en ég er ekki líffræðingur, þannig að það þurfti kannski einhver annar að segja okkur betur frá því hvað áhrif hún hefur, en hún hefur áhrif á lífríkið í firðinum, en þá væri kannski mótvægisaðgerð að friðan, en líka alls konar svona, þar kemur aftur bara sjálfbærniarkitektúra, það er alls konar skemmtileg svona verkefni hægt að fara í sem að vekja líf á nýju sem hlúa að lífi.
það einmitt eitthvað sem að borgin gæti skoðað hvernig hún að byggja, hægt að nýta hlutina betur, við sjáum ofta vera að rífa eitthvað niður í kringum okkur til að byggja eitthvað nýtt og stundum hugsa maður bara, þetta nauðsynlegt, þú þurfti bara einhvern veginn að jafna þetta við jörðu til að byggja eitthvað nýtt eða hefði verið hægt að nýta hlutina betur, þú skiptir þetta einhverju máli í þessu samhengi eða? Já, þetta skiptir náttúrulega bara gríðarlega miklu máli og takk fyrir að minna maður þennan volta því þetta hitt sem að mér umhugum í borgarlandinu að það niðurrif bygginga sem að mér finnst hreinlega og það bara mitt líka faglega mat að það tímaskekkja einhvern veginn tekst verktökum með ótrúlegum fumlegum og útreikningum að telja ykkur trúum að það sé ódýrasti kosturinn og þannig besti en ég sé ekki hvernig það gengur upp. Það að sjálfsögðu ódýrara að endurnýta byggingar. Það kostar heilmikið að rífa þær. Það kostar sem betur fyrir heilmikið að farga þeim og urða þær. Og svo kostar heilmikið að flytja ný byggingarefni og byggja nýtt hús. Þannig og ég veit að það alveg dýrt að strípa miklaðar byggingar niður í fókalt og ætla að endurnýta efni og hreinsa og þrífa en peningunum betur varið í það og þá skiljum við allavega ekki eftir fjallið sem því fylgir að rífa byggingu eins og bara núna niður í Borgartúni. Það bæði þannig út við Kringlumýrabraut alveg fjöllin, sko, það alveg svona steinsteppu landslag núna að vera að rífa byggingu þar og það bæði þessi sko efnislegu verðmæti sem í þessum byggingum og byggingararfi og bara hreinlega steipuklumpar sko auðlindalega séð og fyrir utan þá fjárhagslega auðvitað, þetta rándýr efni og þetta ekki endurnýjanlegar auðlindir og það ekki óþrjótandi en síðan það líka sko þetta óefnislega að svona eins og þú myndist á áðan Tinkan Factory, rúnaða húsið þar sem ég held að hlutverkasetrið hafi meðal annars verið niður í Borgartúni. Ég hef mikið dálæti á rúnuðum hornum á byggingum þannig að það var vont í hjarta þegar ég sá að hún var farin en sko að það þessi menningarlegu verðmæti ofan á í auðvita efnislegu verðmætin en þú veist að ég trúi því að sko hvaða nýja hverfi sem reisa eigi að það hverfi alltaf þeimun ríkara að vera byggt í kringum og með þessu gamla nú veit ég ekki ástanda nákvæmlega þessu húsi en ég nokkuð sannfærð að það hefði alveg verið hægt að gera við það og byggja fallegt í kringum það og í fallegu samtali við það sama, ég var alveg það ég kveið mjög lengi að sjá hvað yrði upp við Kringlureit, það var búið að merkja Morgunbladshúsi gamla merkja ætti að fara rísa nýtt hverfi sem alveg frábært þetta ég býð þannig rétt hjá sjálf og þetta óþálega gisið net akkurat þarna í Borgarlandslæginu og bara frábært að þetta þar en mikið hefði verið gaman ef Morgunbladshúsið hefði fengið að vera bara hluti af því nýja hverfi örugglega miklað eins og allt annað, ég veit ekki mitt sögu nákvæmlega þess hús en það alveg hægt að bjarga því og að sjá vinnuvélarnar vera að brjóta hana rúðurnar og glerið og síðan steipuna og einhvern veginn, já, það ekki boði og það sem þessi húsgarðnar síðan verða eða svo þessi rifnu hús, þeim síðan kannski bara með hent í sjóin og nýtt í landfyllingar en þú veist að þar við bara að tala aftur, þar við bara að fara eins og með jarðvítu yfir heimili þeirra tegunda sem búa þar færa vandamálið sko frá okkur sjálfum og til einhvers annars og þetta líka bara rosa hljóðmengun ég ofta að vinna þetta í Borgartúni og maður heyri vel að það á milljón bara þetta alveg mikið þetta alveg hræðilegt ég mælu með það bæði bók og bíómynd sem heitir Jarðsetning eftir Önnu Maríu Bogadóttur ég var svo heppin, hún var kennari minn upp í Listaháskóla, ótrúlega klár arkitekt niður þetta þessi mynd og bók eiginlega fjallar niður yfir á gamla það ekki Íslandsbankahúsinu sem var í Lækjagötu og núna risið hótel beint á móti MR þetta var gríðarlega stór steinsteypu bygging frá 7. áratugnum hún var látin fara eins og allt annað og já, ég mæli með að lesa þessa bók eða allavega að horfa á þessa mynd hún svona, já, vekja mann til umhugsunar
En það eru líka bara aftur sko eins og þetta blessað 30% markmið, það eitt, þú veist, að við erum búin að setja eitthvað leikreglur eða markmið, en síðan eins og við séum bara ekkert að fara eftir þeim og það saman með, þú veist, niðurrifa, það var risastór ráðstefna 2023 í Kaupmannahöfn arkitekta, svolítið eins og svona ef fólk þekkir þessar COP-ráðstefnur þá var þetta held ég smá eins og COP-arkitektana einhvern veginn alltaf, ok, hvað ætlum við hvernig ætlum við að leysa krísunar, hvernig ætlum við áfram og þar voru svo sett fram 10 markmið og fyrstu 2 snúðast held ég bara snúðast bæði aðgengi og fátækt og það að við eigum öll einhvern veginn rétt á mannsamandi húsnæði og heilsusamlegu húsnæði en síðan held ég bara 3. 4. punktur að hann einmitt bara að við endurnýtum alltaf byggingar frekar en að rífa þær annað markmið eða regla sem var sett fram að hana var líka að við notum alltaf endurnýtt byggingarefni áður en við notum nýtt byggingarefni og alls konar svona reglur sem eru frábærar hugmyndir en ég sé þær ekki nógu mikið í praxis hérna. Nú var ekki í fréttunum í vikunni að vera að rífa hérna álverið í Helguvík og það var ekki verið að sýna vélarnar rífa hérna bárjárn af risastórum húsaflötum hana og sko ég náttúrulega satt og var alveg að trillast inn í mér en sagði ekki neitt og ég vil ekki alveg vera óþolandi en maðurinn minn sem sagt hann hafði orð á því og það verið að sína þess að vélar tæti þetta svona eins og þetta væri litlir pappírspútar einhverjir og svona krumpað á hann í körfu en að honum blöskraði og sagði væri alveg ekki eftir að endurnýta þetta bárjárn og nú veit ég ekki, þetta náttúrulega úr stórið, ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona mengun en þetta var nú alla notað og þú veist þetta svo mikið magna af byggingarefni og svo eru einhvern veginn að flytja inn álklæðningar hægri vinstra því þá að klæða öll húsin í borginni já, þannig að svona hlutir sko sem að mér blöskrar og þú veist, eitthvað sem borgin gæti gert ég veit ekki, kannski væri hægt að vera með styrki eða ívilnanir líka til að endurnýta efni, til að gera við til að hlúa að en fyrst og fremst að banna niðurrif, þetta alveg sko, og eitthvað, já, það gengur ekki að það dæmi að verktakar sko ná allavega sannfara okkur að það dæmi gangi fjárhagslega upp af því að það á ekki við neinn eiginlega rök að styðjast finnst mér og ef við förum í þú veist já umhverfislega kostnaðinn þá gengur dæmi náttúrulega þetta alls ekki upp og hvað við erum þá að taka við jörðinni þegar við ákveðum að rífa hús og byggja nýtt frekar en að gera við fyrir utan bara já þú veist svo fólk líka núna á Íslandi aðeins fara að vakna sko svona gráa kassa og það ástæðan fyrir að mig langar ekki að vinna sem arkitekt af því að mér finnst arkitektur í Íslandingin og spennandi en það rosalega mikið gráum kassum út allt og guðsilof þá almenningur farin að sjá það núna loksist þeir orðni nógu margir og nógu yfirþyrmandi þá allir alveg að vera brjálæðir á þessu ég held svarið sé ekki að fara í eitthvað svona romantisisma og byggja fleiri sko Selfossa miðbæi með fullringu virðingu fyrir honum og hann verðist virka vel og þjóna samfélaginu vel en sko ég vil alls ekki dæma nútíma arkitektúr fyrir að vera hræðilegan heldur vil ég frekar segja að þessi grákassar sem við erum að sjá út allt þetta ekki arkitektúr þetta eru byggingaverktakar sem fá að leika lausum hala mæla með að lesa aftur önnur bók Jötunstein eftir Andra Snæ hún ótrúlega lítil, maður lesa einnig kvöldstund en hún rammar eiginlega þetta alveg frábærlega inn þetta ekki arkitektúr og við sjáum það líka þetta eru mikið af þessu eru vondar íbúður með litlu ljósi, fólki mun ekki líða vel og þær munu vera rifnar eftir niður, eftir ekki langan tíma af því að við komumst að því að þessi byggingar virkuð ekki og menn svo erum við húsin svo, þú veist, verkamannablokkinn í Vesturbænum bara æðislegar íbúður seljast alltaf vel, öllum líður vel sem búa, ég hef aldrei heyrt vonda sögu þar og ég held engum dett í hug að rífa það hús þannig að sko já, ég vil ekki vera með sem trú á góðum nýjum arkitektúr en arkitektur eru bara ekki að fá að vinna vinnuna sína og verktakarnir eru með allt og mikið vald og nú það mjög gott eða fallegt sko Arnhildur Pálmadóttir hún flinkur arkitekt sem kann að endurnýta hún var líka fulltrúin okkar á Feneyjatvíæringnum í fyrra hún hannaði húsið sem verið að byggja núna niður í Skúlagötu
Ég held að það sé nú verið að endurnýta klæðninguna þar. Mér sýndist ég sá mér þess að bara vegrið, jafnvel. Þetta hérna við hliðin á skuggahverfisblokkunum svörtu. Já. Svona lítið, svona mjótt, hátt, silfra, eða svona silfurgrátt hús. Ég held að hún sé að klæða með vegriðum. Og svo byggði hún, hann á hann hús á Háaleitisbraut, held ég hafi verið, sem var klætt með afgangstimbri úr húsusmiðinu sem átt að henda. Og hún í alls konar svona skemmtilegum hugleiðingum, en það væri æðislegt ef að það væri fleiri en ein kona sem væri að stussa í þessu. En við erum líka bara með dæmum ótrúlega vel lykkaðar. Þau eru kannski ekki mörg á Íslandi enn sem komið er, en dæmi þar sem svona þetta að gera við hús og gera þau upp sem eru ótrúlega vel lykkuð. Mér finnst Marshallhúsið út á Granda ótrúlega vel heppnað. Það eru Kurt og Pí arkitektar sem gerðu það. Ég held að við líka gert Ásmundarsal upp á Skólavörðuholti. Þessi hús eru einhvern veginn bæði eins og ný þegar þú kemur inn í þau, en þau eru bæði eldgömul. Við hefðum geta gert það sama við Íslandsbankahúsið niður á Kirkjusandi, en við ákvaðum að rýma það frekar. Það var held ég mikil mistök sem við munum sjá eftir. Það hefur aftur með menningaminjar líka að gera. Þetta hús er sem sagt samskonar hús og Marshallhúsið, og sem sagt þannig mistum við í rauninni þetta var eitthvað heilstæð saga, af því þarna voru þessi, ég held að þetta séu gömul frystihús sem voru við sjóin og ströndina, af því þarna komu bátarnir í land. Þannig að þetta er svona sagan okkar sem sjáaþorp sem við ákvæðum þarna að þurrka út með einu pennastriki og síðan með mikið af vinnuvélum og miklum látum. Ég held, þú veist, þar til dæmis Íslandsbankahúsi var ekki príðað því, og það var alveg hel miklað, en við hefðum getað pillað klæðninguna af og púsa steipun upp og enda með einhverja svipa útkomu á Marshallhúsið sem ég held að hefði gefið þessu nýja hverfi sem síðan er að rísa þarna mikið vægi að eiga svoleiðis fallega endurgerða eða svona uppgerða byggingu sem segir einhverja sögu. Og þá finnst mér að það er svo mikilvægt að húsin sem við byggjum í dag segi okkar sögu, en ekki þau reynir ekki að endurtaka einhverja gamla sögu, af því að það meint enginn illa þegar þau voru að, þú veist, hella allir þessari steinsteipu, en við erum búin að koma á staði núna og hún er með allt og stórt kolefnisfótspor. Það er miklu betra að vera innum að byggja úr endurnýjanlegum hráefnum eins og bara timbureiningum og svoleiðis. Og við erum búin að læra þetta núna, það væri frábært ef við erum búin að læra það, og það væri frábært ef húsin okkar bæri þess vitni. Alltaf er að góða hugmynda sem er í boði, en ekki bara einmitt innflyttir álkassar gráir. Í bíómóti svartri blokk og það var stór matvöruverslun sem var rifið niður til að... Já, einmitt. Jú, ég held að þetta kallist blokk. Já. Þetta er þarna Sólvallagötunni, gamli Steindórsreiturinn. Einmitt. Þannig að ég sé svona rosa mikið svart, en hinum megin er þetta svona grátt og eitthvað gras, en þetta er mjög bara grátt og svart og mér finnst það ekki skemmtilegt persónulega. Ég verði til að sjá einhverja liti. Já, ég bjó tíma nýr á Óðinsgötu og það er náttúrulega mjög litríkt enn sem komið er nýr í bæ og ég var alltaf með eitthvað svona hugmynd eða sko þegar að einhver tók hús og málaði það og eitthvað fallegt litríkt hús og það var grátt, þá langaði maður alltaf næstu því eitthvað svona, ég veit ekki, skrifa bréf og stingar lúna en ég var líka alltaf með hugmyndum að gera eitthvað svona, mér langaði alltaf að gera Instagram með svona fyrir og eftirmyndum af fallegu litríku húsunum sem að síðan eitthvað ákveður að sigga um að gera grá, en sko ég hef reyndar mikla trúa frekar jákvæðri að vera uppbyggileg og ég ætla að það er eiginlega eitthvað sem borgin gæti hendi reyndar að gera keppni sko litrikustu og fallegustu húsin. Það verður svolítið gaman að veita fólki velun í hver skipti sem það tekur grátt hús og gerir það litskrúðugt. Það er mjög góð hugmynd. Það var í mann sko, það var með þess að hús á þá fekk ég alveg áhuga, ég ætla bara að segja að það er á Freyjugötu og hodni held ég Freyjugötu og mögulega Bragagötu og það var ótrúlega fallega ljósblátt. Það var alveg svona, en ótrúlega svona sterkur, alveg svona hinn fullkomni blái litur. Ég man ég var við vorum nýfluttar, ég og systir mín hefði keypt sér íbúð og vorum að reyna að velja lit á húsið hennar og ég var að velja lit í herbyggi mitt og eitthvað svona. Og ég man ég fór þarna og klöngraðist, það var aðeins farin að flagna málningin, þetta var svolítið gamalt hús og ég klöngraðist yfir málningana og tók svona litla flögu á því og tók heim og var eitthvað, ég vil þennan lit og svo með þess að hægt, þú veist, fór ég í málningabúð og þau skönnuðu litin þannig ég var einhvern veginn komið með bara fötur heim og var tilbúin og svo vika seinna þá var búin að mála þetta hús svart.
Gott að náði litnum. Já, það var geðvegt. Og ég var eiginlega, ég er með litakóðan en ég er alveg svona næstu, aftur á slætunum undir dýrakarminn og það geti snúið. Og við hliðina því var bleikt hús. Það var ógeðslega sætt, svona blátt og bleikt. Nefnum nú búið að taka bleika húsið og klæða það með þverliggjandi, dökkgráu báraugarni. Þetta er ekki gott þetta er Freyjugata. Þið getið farið í heimsókn. Kýrt en svo búið að breyta því eitthvað svona Airbnb greinilega og bara búið að gera fullkomlega sálarlaust eitthvað sem var ótrúlega fallegt múrað svona antíkbleikt hús og fólk þarf að hætta verktakar þarf að hætta að leggja báruna þvert hún er búin til að svona svo vatni leki niður en fari ekki inn og út og þetta er ekki gott þegar setja hana þvert hún virkar ekki hannig, það er vittlaust fyrir utan hvað og það öskrar vitlaust og mér finnst það alltaf var rosalega ljótt. Það er mjög margt sem við getum lært af fortíðinni til að búa okkur undir framtíðina þannig að hún sé björt og góð fyrir okkur öll og bara ég þakka þér kærlega fyrir að koma og spjalla við mig og fræða okkur. Já, bara takk fyrir að hlusta á blaðrið. Vonandi var eitthvað vitið í og gagnað því. Bara mjög gott að hlusta. Gangi ykkur vel og bara ég skal tala við hvað sem er umhverfismál, hvernig sem er ef fólk vil gera betur, þannig að það er bara gaman að koma. Þetta er búið að vera mjög fróðlegt og takk fyrir að vera með okkur í dag. Við vorum að horfa á íbúa í borginni og við kveðjum hérðan Sanna og Perla.